Góðan daginn og velkomin í þátt númer 105 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er mánudagurinn 1. febrúar og það er bara allt þetta hefðbundna. Nema eitt alveg fáránlegt. Það er ekkert, datt ekkert í pokann. Það er allavega ekki komið. Sjáum hvernig það verður næsta þetta. Það verður meira stuð. Og í dag skellti ég mér í Majestic Mountain eftir Steve West. Ég elska hana. Ég er alls ekki nógu mikið í henni. En það er alveg kuldinn til þess að vera í eitthvað svona í dag. Þannig að já. Maður þarf að vera svolítið duglegri að rótera flíkonum. Maður festist svolítið í þessu sama. Já. Og tilkvist á að vera prjóna allar þessar dýlju og flíkur ef maður nota þær ekki. Nú, ég held að sé svo sem bara ekkert eftir neina að bíða. En eins og ég sagði síðast, þá ætla ég að vera óduglega að halda áfram í peysuprjóninu. Svo bara fór ég að gera eitthvað annað. Svona, eins og maður gerir. Fyrst þá var ég að klára eða reyna að klára gatnið úr sem ég notaði í teppið frá Grandma with Love og gerði bara svona dúllu dæmi fyrir dúkkurnar á heimilinu. Þannig að þessi fer í vagninn hjá dúkkunni. Það var ekki meira kannski svona. Svo lítill dúkvagn. En þetta er bara, 100% finnsk ull úr samyrkjubúi í Svíþjóð og allt jurtalítið. Geggjað beautifult. Þannig að þetta fer þá að fara í umferð. Svo gerði ég ég er að fatta það er allir á fullu að vinna í starfsemi sínu og ég er greinilega svona ómeðvitað að gera það. Ég losaði mig við svolítið af gatni og svo hætti ég við að losa mig við sumt gatn. Það máli. Nú, og það er ennþá eitthvað inn á gatnbítti sem er eftir. En ég skellti í Ínu peysuleysi eftir Sveinbjörg á Sveinbjörg.is eða Svein á Ráðherli. Það var ein prjónasystir mín sem gaf mér uppskriftina og ég var nú svo rugluð fyrst þegar ég sá gjöfina að ég þakkaði Sveinu fyrir en ég er búin að þakka réttri manneskju fyrir. En þetta er algjör snilld. Ég notaði ég gerði stærð númer 2. Þannig að það nær svolítið niður og það er ekki munstur númer 2 líka, ég með það ekki. Og þetta er bara svona geggjað undir úlpuna. Alveg geðveikt kósí. Þetta er Vidalana Ambient Worsted frá Knitcrate klúbbnum og liturinn heitir Dawn eða Blush og þetta voru 200 gramma hespur og það eru 183 metrar í 100 grammunum og ég notaði næstu í 2, það voru 20 gram eftir, notaði 180 gram og þetta er prjónað á 6 mm, þannig að þetta bara skotgekk og er sjúklega heitt af því að ég er líka í, handprjónuðum sokkum og þykkri peysu, en þetta verður klárlega mikið notað og alveg mögulega mun ég gera annað í það minnsta. Þarf að fá mér eitt kannski svona sem ég get notað í veiðina og gert það þá úr einhverju sem þolir svolítið svona shabby og þá ekki að velja eitthvað svaka fancy garn í það, aðeins bara svona leggja áherslu að það sé hlýtt.
Svo datt mér í hug að finna fleiri leiðir til þess að nýta sokkasnáka og sjá, þannig ég prófaði að gera svona eyrnaband. Ég vil hafa þau frekar stíf af því ég er svo rosalega, finnst svo vont að vera kalt á eyrunum. Þannig ég veit ekkert betra en að hafa bara eitthvað sem alveg knúsar á mér eyrun. Og þetta var mjög einfalt. Ég tók bara, þræddi upp á prjónana og sneri öðrum endanum. Þetta liggur ekki rétt saman, heldur svona. Og lykkjaði það saman bara. Ekkert bara. En ég lykkjaði það saman. Tók þetta appelsínugula náttúrulega af. Og rækti þetta upp í rétta lengd. Það er eiginlega sko svona 50 gramma gaur er passlegur, finnst mér, í eyrnabandið. Nú, svo sá ég að það var frí uppskriftin á garnstudio.com. Það var ein vinkona mín var að prjóna svona eyrnaband og sagði mér hvaðan hún fékk það því ég fattaði ekki alveg hvernig það var gert. Þannig að ég kíkti á það og þá kom þessi gaur út. Og ég er með svona myndaseríu af þessu inn á Sokkasnákar Helgu, ef þið vil kíkja betur á það. En þetta var svona aðeins snúnara, þá brýtur maður saman svona og setur þetta svona inn í hvort annað og lykkjar. Og verður að passa að þú náir í alla lykkjurnar af því að annars raknar bara upp. Og þannig að þetta er svona svolítið brútal hérna inni og bara svona til þess að tryggja að þetta fær ekki neitt. Og þessi er svona svolítið sætari en hinn. En það var svona aðeins, það var ekkert eitthvað meiri vinna þannig. Ég var ekkert mikið lengur að gera þetta. En þá er þessi svona eins og túrban. Og svo ákvað ég að gera grifflur úr restinni. Þetta er semst 100 gramma snákur. 64 lykkju. Og ég gerði svona grifflur. Og ég tók líka myndaseríu af því sem er hérna inn á Sokkasnákar Helgu. Bara skrolli aðeins niður síðuna held ég. Minni mig. Og ég setti sérst bara stróf hérna og niðri og gerði svo, tók hérna lykkjur úr fyrir þumalinn. Og þá er ég komið grifflur. Sem er, mér finnst þetta mjög þægilegt þegar ég til dæmis að keyra. Það því að hérna stundum bara óþægilegt að vera í vettlingum. Svo getur maður bara gert svona ef maður er úti með það í kulda. Þannig að þetta er ein leið. Sokkasnákarnir þurfi ekki alltaf að verða bara sokkar. Sniðugt gjafir. Og svo náttúrulega er brilljant að gera legghlífar. Það er svolítið að koma inn aftur. The 80s is back. Ég er svo búin að vesenast svo í hárinu á mér. Hvað gerir maður ekki fyrir ykkur? Þá er þetta komið frá. Síðan kom neyðarkall frá tvíburunum okkar og þeim vantaði stærri húfur. Það er víst stækka. Ótrúlega fljótt að líða. Þannig að amma er búin að snara í 4 húfur. Ég gerði þessar eru frá Hlína Design og þetta er bara Merino, veitum nú, ég var búin að skrifa þetta niður hérna í kláru verkefni. Ég man ekki hvað hún heitir, en þetta er frá Hlína Design og ég notaði, ég held að sé inn á rafeyri þessu uppskrift.
Ég notaði Merino Extra Fine. Það er litur, ég man ekki hvor hvað. Annars vegar litur númer 30 og hins vegar númer 8. Og ég notaði 3,25 mm prjóna. Og það er, önnur er 38 grömm og hinn er 42 grömm. Greinilega, við vorum að horfa á hryllings, eða svona eitthvað hrollvekju og þá er greinilega að prjóna það er svo gul á hans fastar. Hún er pínu minni. En það er nefnilega alveg jafnmargar umferðir og allt svo leis. Og síðan ákvað ég að gera Eldey sem er til inn á stroff.is og það er líka Merino Extra Fine. Litur 01 og 04 og þarna nota ég 3,75 mm prjóna og þær eru báðar 37 grömm. Hann Hilmir Þór, þetta var alveg snillt fyrir hann af því að hann var alltaf, ef það var reimað þá losaði hann það alltaf. Alveg bara að vera vesens með það. Þannig að þetta var alveg snillt að detta niður á þessa uppskrift og það er bara að tala á henni. Þannig að þær fara að verða fínar með þetta, vona ég. Og þannig að ég var að dunda með þetta helgina. Ég var bara algjör inni púki helgina, ég fekk eitthvað vökva í annan hnéð og var að taka þér rólega. Þannig að ég mátti ekkert fara að labba og eitthvað svona. Síðan fékk ég beiðni frá annarri systur minni að gera þessa Bernie vettlingadæmið sem að allt fór hliðin út af og þetta var fyrir frænku okkur út Svíþjóð og ég lét mig hafa það að gera þetta úr Ístex léttlópanum. Rumpaði í vettlinga, ég notaði einhverja uppskrift inn á Ravelli og svo ég notaði munstrið af einhverja af þessum uppskriftum inn á Ravelli og svo notaði ég World Simplest Mittens frá Tin Can Knits til þess að gera vettlingana. Mér finnst þeir svo geggjaðir af því að þeir passa báðum mig. Og ég ætla nefnilega að setja svo innskot af þessu af því ég þurfti að koma þessu að mér á föstudaginn og ég gerði húfu úr restinni og svo er bara eitthvað smottir í eftir af þessum lopa og hún var bara tróðan í poka og hann í körfu. En ég var með liti númer 85, 51, 14, 18, 59 og 865. Var semst með 5 liti. Og ég notaði 4 mm og 5 mm. Og í vettlingana fóru samtal 64 grömm og 57 grömm í húfuna. Þannig að ég ætla að stoppa þetta núna og skeita inn hinu vídeónu. Það sýnir ykkur þetta æði sem að reiði yfir heimsbyggðina, prjóna heimsbyggðina af vettlingunum hans Bernies. Ég er ekki að gera þetta fyrir mig, ég er að gera þetta fyrir frænku minn út í Svíþjóð sem að langa í þetta. Ég bara, I don't get it. Og fyrir utan það finnst mér alveg brjálæðislega leiðilegt að prjóna vettlinga úr lopa af því að ég bara hef orðið svo mikið óþol fyrir honum. Og úr afgangnum þá skellti ég bara í svona húfu. Ég studdist við einhverja munsturöfskriftin á Ravelli en svo er þetta Tin Can Knits, The World Simplest Mittens sem ég studdist við að því mér finnst svo frábært að það skipti ekki máli með þaumalinn. Þó maður gerir 2 vinstri vettlinga. Haha. En já, þannig að ég var að taka þetta aukalega upp af því ég er að fara með þetta til Reykjavíkur og eftir er að senda suður og svo þetta komist til Svíþjóðar í notkun. Og þetta er bara léttlópi. Ég var með 5 liti, dökkbrúnan og brúnan, hvítan, svona beige og svartan. En mér skilst að þetta gera þetta úr 3, 4 og 5 litum.
Þannig að þarna var þetta og eins og ég segi, mér finnst ekkert gaman að prjóna vettlinga og mér finnst sennilega ekki gaman að prjóna með ístakslópanum af því að ég er bara með ferlegt óþol fyrir honum. En ég lét mig hafa það. Hvað gerir maður ekki fyrir fjölskylduna sína? Þannig að það voru nokkuð mörg klár miðað við það að ég átti ekkert að vera að gera þetta allt saman, eða þannig. Og ég átti að vera að vinna í peysunum mínum, en mér bara langaði ekkert og er bara í smá peysufílu og það er að hlægi. Mér vantaði svo, geggjaði náttúrulega að, gera þessi smá verkefni til þess að koma sér svona aðeins í stuð og svo fytjaði ég upp á bara húfu. Ég er að gera stroffið, það er alveg bara einhverju 13 sentimetrar og er svo brotið upp og síðan er svona er áfram stroff í húfunni en með svona smá tvisti og þetta er DK-gat frá Wall Collection. Þetta er eitt af þessum gögnum sem ég hætti við að selja. Það heitir Tilla liturinn. Þetta verður svolítið svona busy húfa en alveg mínir litir. Og bara, mér langaði ég eitthvað svona þægilegt. Það var áður en að beiðnin kom þetta. Þetta var svona þarna þegar ég bara, ég nenni ekki að gera peysurnar og fór hún að þetta og fytjaði upp. Svo er mér búið að langa svo sjúklega lengi að gera Fantastic Stephen West. Ég var komin með svona fráhvörf af því að ég er að bíða eftir að fara, er að bíða eftir verkefni frá honum. En ég var bara komin með svona Stephen West fráhvörf, þannig að ég fytjaði upp á Fantastic. Nota afganga. Ég greinilega bara er þar. Ég er ekki búin að kaupa, ég keypti í lopa settið en nú er ég bara í brjáluðu afganga prjóna stuði. Og þetta verður bara eins helgulegt og hægt er að hafa það. Þetta eru bara mínir litir hér alveg onni í þessari töðru. Með svona, það er ein brjálu gul gleðisprengja. Þetta er einn pókanu sem mamma mín keypti eða átti frá mér og hún var svo vígaleg, hún var alveg allt, hún var safnaði fílum. Þannig að ef ég var með fílaefni í búðinu þá vissi ég alveg að það færi strax. Þannig að ég er búin að þvo hana og nú er hún bara komin í umferð hjá mér. Og alveg í stílu garni sem er onni. Það er gult og bleikt og apsúlgult og svona lilla, apsúlgult. Það er ekkert apsúlgult. Það er allt í svona bleikum lilla. Og reynda kemur dröfn frá Vatnsnes allt í einu. Og líka hér eitthvað staðar. Þannig að þetta er bara svona eitthvað sem ég hendi hann í pókan. Ég veit ekkert hvort það sé nógar. Þá á ég á alveg slatta í viðbót, þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Og þetta er bara svona dæmi, svona eina umferð. Hvað segir þið, þarf ég að fara að sofa? Ég var svolítið svoleiðis í gær. En ég hlýddi sjálfur mér að fara að sofa því að það var æfing klukkan 5:45 í morgun. Og þetta næði mér ekki. Ég er líka búin að vera með á heilanum síðan að hann gaf út þessa uppskrift. Modular Inlay Wrap. Þessi hérna. Og ég er að nota singles í þetta og alls konar afganga. Nema grunnliturinn er ekki svoleiðis. En þetta er allt úr einn spinnu. Og það sem ég geri, þetta er einhver 35 stykki, að þegar ég er búin að nota litin, þá merki ég
númer hvar hann var í sjálfinu, af því það er svona skema sem maður getur stuðst við. Þessi til dæmis númer 3 og af því að ég þarf örugglega að fara annan hring með þetta og sumir eru svo keimlíkir að ég er að passa upp á að þeir séu ekki alveg þétt upp hvern annan. Þannig ég er búin að setja hérna, þú veist, þeir eru allir merktir og aðal grunnliturinn er hérna. Þetta er BFL Blueface Leicester frá King Fiber. Nei, þetta er ekki Blueface, þetta er Yak Singles, hvað er að þér? 65% Super Wash Merino, 20% Silky og 15% Yak. Það eru 480 metrar í 120 grömmunum. Og þetta er Zest liturinn. Og hann er svona sá sem heldur litunum aðeins frá hvor öðrum. Hann er sérst hérna miðjan og síðan gerði ég litlu þríhyrningana hérna og svo klæddi ég þá að utan með aðal litnum og þá kom svona stór þríhyrningur og ná. Og þetta er reyndar hluti númer 1, 2, 3, 4 og 5 og svo komu þessir grænu og svo þessir. Og þetta var líka svona, ég get ekki hætt. Þannig að stundum verðum maður bara til þess að prjóna leiðin yfirtaki mann ekki, þá verðum maður bara hunsa það sem maður er að gera, það er ekkert sem að, þú veist, er eitthvað kvöð á og gera það sem mann langar til. Út af það gengur þetta. Þetta er jú áhugamál og á að vera skemmtilegt og hvetjandi. Peysurnar klárast, það eru ekki að fara neitt. Þetta er allt peysur sem að ég er ekkert að fara að losa mig við, sko. Eða þú veist, er ekki upp. Já, þannig að svo er búin að fara alveg brjálaður tími hérna í að sníða og undirbúa svaðalega tösku gleði. Og ég er núna bara að bíða eftir flíslíninu. Annars er þetta bara hvert eitt og einasta reddi í saumavélina. Þannig að þú veist, ég er búin að sníða fóður og ég er búin að sauma saman stæði með tvenns konar efni og búin að setja merkingarnar. Ég á ekki meira efni en ég veit að systir mín er að taka til bútasaumsefninu sína. Það er ekki svona á öllum töskunum, heldur er ég líka að nýta þessa hérna gaura. Þannig að ég er bara að hérna græja efni úr ágangunum hjá mér, svo á ég ennþá eitthvað af rennilásum og náttúrulega það fer eftir hvað ég fæði frá systur minni, hvort ég dempi því með eða geri aftur í haust eða fyrir gatgönguna eða eitthvað, en ég er búin að fá bara svo ofboðslega mikið að skilaboðum að fólk vill fá töskur frá mér að ég hugsaði bara, ég var náttúrulega búin að lýsa yfir ég var að hætt svo, en ég var sjálfsagt bara búin að sauma mig, en núna er ég alveg bara í gírnum til þess að hérna rúlla einni góðri hérna keislu á þetta og ég verð bara með 2 verð á þessu, þetta verður ekkert flókið og pósturinn er náttúrulega orðinn svolítið snúinn, það er ekki, ég komst upp með að setja eina svona venjulega tösku í A4 umslag og bara senda þessum bréfapóst, nú er það ekki hægt, þannig að hérna, þetta verður bara alltaf að fara í pakkapóst eiginlega, sem er alveg glata, sko, það er mér finnst að hérna, en svona er það. Þá bara að gera að kaupa fleiri en eina, svo það borgi sig. Og það þýðir það náttúrulega, ég get ekki tekið á mig, ég var alltaf með frítt póstbréfagjaldi, eða svona oftast, en það þýðir það bara, ég get ekki tekið það á mig, ég vil bara
svo er náttúrulega alltaf hægt að sjá hvort að viðkomandi getur sótt að sögur til mannsins míns, hann hefur verið svolítið gott burðardýr fyrir mig. Eða eitthvað svo leys. Finnum bara út því, ég þarf fyrst að klára þetta og sjá hvort þið viljið þetta. En ég vona bara að flíslíðinni fara að koma. Bara býð því. En á meðan þá bara hef ég þessi 2 geggjuðu verkefni frá Stephen West og húfuna til þess að vinna í. En það er svona aðalega það sem ég er búin að vera að bauka. Ég er búin að vera ógeðslega dugleg í síðustu viku og fór 4 sinnum í kaldapottinn minn sem var geggjað. Og ég byrja svo aftur á því á morgun. Ég ákvað að sleppa í dag því ég þurfti að fara með bílinn í smörningu og langaði ekkert að fara kósveitt og ógeðslega í það nýkomin að æfingu. Þannig að og svo þið náttúrulega. Þannig að já, ég fór bara í kalda sturtu áðan í staðinn fyrir kaldan pott. Svo er náttúrulega bara, þú veist, maður er bara að bíða eftir að komast í bólusetningu og en við erum svona pínulítið búin að stækka búbluna okkar en ekkert þannig vel undir mörkum og já, ég held að sé bara allir svona einhvern veginn að bíða eftir að árið fara að byrja. Það búið að vera alveg stór undarlegt allt saman, en þú veist, alls ekki versta ár sem að ég hef upplifað en líka erfitt og allt það. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að díla við. Já, eins og ég sagði, ég er með eitthvað af gatniðinn á gatbítti. Ég er með fullt af tilbúnum snákum inn á sokkasnákur Helgu. Brilljant ef þið langar að prófa þetta, af því þetta er náttúrulega, þú veist, getur fengið par eða gatnið og vinnuna fyrir 1500 kall. Ég er náttúrulega bara aðeins til þess að gringa á gatbyrðunum hjá mér, þannig að ef þið langar að prófa þá er þetta tilvalið að fara þessa leið. En já, ég hef svo sem ekkert meira að blaðra í dag. Þetta verður svona stuttur og léttur. En þá bara sjáumst við seinna í febrúar. Vonandi verði ég bara langt komið töskurnar þá og búin að vera duglega að vinna í nýju verkefnunum. Mögulega við urðum að hafa eitt svona með mögulega læðist eitthvað fleira að brjóna en við bara sjáum til. En allavega þangað til þá bara óska ég ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.